Við erum velkomin í Heila Reykjavík, ég heiti Sanna Magdalena Mestudóttir og við ætlum að kynna starfi grunnskólana betur í þessum þætti og hann Símon Vestar, grunnskólakennari, hann komin hingað til mín. Ef ég byrja að spyrja þig, hvert starfsheitið þitt? Ég íslensku kennari sem fyrst og fremst, kenni aðra greina líka og starfsheitið held ég sé umsjónarkennari. Það svona fyrst og fremst það, umsjónarkennari á grunnskólastigi. Þannig að umsjónarkennari það þá með einhvern bekk í umsjón og svona fylgir honum í gegnum daginn eða? Já, þegar ég á elsta stigi þá kenni ég mína grein og umsjónin felst í því að ég sem sagt held utan málefni þeirra nemenda sem í bekknum mínum og í sambandi við foreldra þeirra í svona samstarfi og viðtöl. Já, það svona smá aukaskyldu sem fylgja því að vera umsjónarkennari en maður ekki með sama bekkin alltaf en það meira svona miðstigi eða yngsta stigi. Nú svona slatta langt síðan ég var í grunnskóla, hvað, þetta örugglega misjafnt eftir skólum, en eitthvað svona viðmið stærð bekkja, hvað einn bekkur eigi að vera stór, eða þetta kannski bara ólíkt svona fyrir eftir skólum eða? Það svolítið, það breytilegt hvað, það svolítið sett í sjálfsvald skólanna sjálfra. Ég hef verið í skóla þar sem bekkjastærðin nær hátt upp undir 30 og ég hef verið í skólum þar sem ekki nema 14 í bekk en bara hreinlega 14 í öðrum, 16 í hinum, samanlagt 30 en þegar maður skipt upp í 2 bekki. Þannig að þetta normin svona á reiki en allir þeir kennara sem ég þekki segja mér að leið og maður komin eitthvað yfir 25 að þá svona yfirsýnin aðeins farin að líða fyrir það. Þá hópurinn að verða of stór. Sweet spot kannski upp úr 20. Einmitt, skil það mjög vel. Ég var að taka til í geymslunni hjá mömmu, ég átti eftir að fara í gegnum slatta dóti á henni. Ég var rakst á svona gamlar bekkjabækur frá því ég var í 3. bekk og þar voru nöfn allra sem ég var með bekk í 3. bekk og það var bara varðveitast mjög vel í gegnum árin. Og þetta var sem sagt úr þegar ég var í Háteigsskóla og núna mikil umræða sem sagt bara það hverfi, svo ég taki bara dæmi. Það verið að byggja mikið þar og svona dálítið verið að tala að bara skólinn í rauninni, hverfið hefur verið áhyggjur að skólinn geti ekki tekið á móti öllum nemendum sem að fara að koma inn í þetta hverfi og þá svona velti maður fyrir sér varðandi uppbyggingu í borginni og í rauninni þessi skólabyggingar, hvort að þær geti tekið á móti öllum þeim börnum sem að að byrja í skóla og svona hvernig þetta hefur verið varðandi bara svona viðbyggingar eða þessi skúrar, ég veit ekki hvort þessi rétt að kalla þetta skúrar. Þetta hefur verið svona alls konar í gegnum árin. Ertu með eitthvað svona upplýsingar það? Já, svona ekki svona varðandi það hverju verkferlarnir eru en ég veit það að skólar svona eins og í 105 það sem ég kenni og 101 þessum gömlu hverfum það sem ekkert olnbogarými í neinar áttir
þá verður það svolítið problematískt að byggja við og þá en það er ljóst að það þarf, til dæmis í skólanum sem ég kenna þá mun þurfa á næstu árum, skilst mér að stækka við bara til þess að taka á móti auknum fjölda nemenda og sko skólabyggingarnar sjálfar það þyrfti í raun og veru þó svo við tekjum út fyrir sviga fjölgun nemenda á næstu árum, einhverju stórir miðstigsbekkir sem verða þá of margir fyrir unglingastigið. Þó við tekjum það út fyrir sviga þá þurfum við eiginlega, ég held að sé í flestum skólum en allavega í mörgum þeirra, þá þurfum við meira rými bæði í stofum, húsnæði og mannskap til þess að koma til móts við nemendur, ekki bara erlendum uppruna heldur nemendur, sérstaklega þá sem að eiga við erfiðleika, tilheyra ekki málsvæðin, tala ekki íslensku og kannski jafnvel ekki einu sinni skiljanlega ensku og það þarf í raun og veru það þyrfti bæði rými og mannskap aukalega til þess að geta sinnt þeim betur en verið hefur. Starfsfólki í skólanum gerir allt á sitt besta og ekkert við neitt að sakast þar en það á það til að gerast að nemendur sem koma að inn og hafa ekki sameiginlegt tungumál, að þeir fá ekki þá þjónustu sem þeir þurfa og fá ekki þá sósíalseiningu sem þeir þurfa, af því bara einfaldlega að það er ekki starfskraftur í boði til þess eða rými í húsinu og þeir sérkennari sem ég tala við, ég hef starfað sem sérkennari sjálfur, en þeir sérkennari sem ég tala við, þeir segja að námsverið, þar sem eru bara svona verið að sinna námsörðuleikum í almennum skilningi, það fer svolítið á hliðina þegar það á að dreifa kröftum. Það á ekki bara að sinna þeim sem eru námsörðuleika, heldur líka þeim sem hafa ekki skiljanlegt markmál og þá og það er bara einfaldlega af því að staðan er ekki nógu góð. Og ég veit ekki hvort þetta eigi við alla skóla í borginni, það er bara að tala þá skóla þar sem ég þekki eitthvað til. Þeir eru nokkri þannig að ég bæði í og Reykjanesbæ, en það hefur verið svolítið vandamál að sem sagt þegar börn sem tala ekki íslensku eða ensku eru sendin í skólana, þá svolítið verið að gera það að okkar máli starfsfólksins hvernig á að koma til móts við án þess að bjóða fram neina auka aðstoð með auka starfsfólk eða eitthvað leið. Það finnst mér vera heilmikill svona ókostur, þó þetta sé mikið góðu fólki sem bara gerir allt sem það getur. Það er þörf á betri aðbúnaði. Þannig að það er allir að gera sitt besta en vantar þetta bara svona tæki og tól og rými til þess að geta gert svona það besta fyrir börnin. Ég svona velti fyrir mér hvernig er ferlið ef að barn byrjar í skóla og kemur erlendis frá og bara talar ekki íslensku og talar ekki ensku. Hvernig, ef þetta er einhver í 5. bekk, hvernig er ferlið? Fer þá barnið, það kemur inn í skólan, veistu hvernig bara er eitthvað svona móttöku áætlun eða veistu hvernig er unnið með? Já, sko,
Þau náttúrulega koma þá, stundum koma þau náttúrulega beint til okkar. Yfirleitt það samt, ég ekki í einum af þessum skólum sem móttöku deild sem slíka, en stundum hafa þau farið í slíka deild og það nú get ég bara talað hvernig þau koma út frá því. Það því að ég hef aldrei starfað í svona móttökudeild, en ég veit ekki hver verkfallar eru þar. En ég hef tekið eftir stundum þegar þau koma svona í raun og veru svona innan gæsalappa útskrifuð frá móttökudeildunum, að þá eru þau samt ekki, þú veist, í stakk búin til þess að koma inn í almenna kennslu. Þannig ég veit ekki hver staðallinn eða þú veist, hvort að þetta sé bara það sama upp á teningum þarna að þessar móttökudeildir fái bara nemendurna til sín og ekki nægilegan aðbúnað frá borginni. En allavega þá fáum við þau stundum eins og þau séu nýkomin frá bara heimalandinu og alveg óundirbúin, og stundum það náttúrulega bara tilfellið. En þá sem sagt vantar sem sagt móttökuáætlun í raun og veru hún felst alltaf í því að hliðra til í sérkennslunni. Það sem sagt ekki það ekki rými þannig séð fyrir börn af erlendum uppruna sem þurfa svona mikla tungumálaðaðstoð, sem ættu í raun og veru bara að vera í íslensku og með einhverju smá auka lærdómi þess utan. Það ekki rými fyrir þau, þannig að það hliðrað til inn í sérkennslu og og það í raun og veru svona púsluspil sem ég ber endalausa virðingu fyrir sérkennurum að standa í. Bara svona bútasaumur, þannig að þetta haldist allt á floti, og svo bara á endanum þá, þú veist, við tökum vel á móti nemendum, og í þeim skólum sem ég þekki til, þá þetta mjög vel tekið á móti nemendum og allt reynt að gera fyrir þau, og reynt að hafa samband við foreldrana, við fáum túlka þegar við tölum við foreldrana og við gerum plön og við fáum þeirra innlegg, þú veist, hvað væntingar hafið þið til skólans og bæði við börnin og foreldrana. En svo spilar þetta þarna inn í líka félagslegar aðstæður þeirra sem koma til landsins. Þau koma hingað náttúrulega í húsnæðisþurrð, bara húsnæðiskreppu, og eru jafnvel lenda í því að þurfa að flytja oft, þannig að þau eru kannski rétt nýbúin að festa í einhverjum skóla þegar aftur og það svona samskóla bara húsnæðismarkaðurinn svolítið villidýr að þetta varðar. Kannski ekki þetta í hann út. Já, það var aðeins skrítið og varst að tala húsnæðis aðstæður. Verið að hringja í mig. Húsnæðisaðstæður eru slíkar að, þú veist, það sem við reynum að gera til að koma til móts við börnin bæði félagslega og námslega, það fer svona aðeins í súginn þegar þau þurfa svo bara aftur að flytja og það þetta almenna óöryggi sem mætir sérstaklega börnum af erlendum uppruna, en svo bara almennt þá það þannig að og þetta náttúrulega rannsaka að því meira óöryggi sem með afkomu og og húsnæði, því erfiðara fyrir fólk að fóta sig í námi.
að til dæmis í þessari skýrslu frá velferðarvaktinni þarna það sem voru að skoða brotthvarf í framhaldsskólum og segja þó brotthvarf eigi sér stað í framhaldsskólum við gegnir því mikilvæga hlutverki að sporna gegn því þá er mikilvægt að átta sig á því að ábyrgðin liggur ekki bara hjá framhaldsskólanum þvert á móti þarf að grípa fyrr inn í með því að takast á við félagslega aðstæðurnar sem leiða til brotthvarfs og með því að styðja við námsárangur nemenda strax í grunnskóla og með félagslegum úrræðum utan skólakerfisins. Og það sem við reyndum að gera í skólanum er að grípa inn í sem sagt styðja við námsárangur nemenda í grunnskólanum og félagslegu úrræðin utan skólakerfisins það er þörf á þeim að hluta til út af því að húsnæðismálin eru í svona miklum ólestri og líka bara út af stéttskiptingu í samfélaginu og ég stendu inngrip sem ætla til að bregðast við öðrum þáttum en námsárangri eru líklegri til árangurs á framhaldsskólastiginu og við erum svolítið tekið þetta til okkar við allir sem ég þekki sem vinna í grunnskóla eru rosalega meðvitaðir það við erum ekki bara að hjálpa þeim að komast í gegnum lagstælu eða sem sagt hvað heitir alltaf þess stiku eða eitthvað stærðfræðinni eða smíli í dönsku við erum ekki bara að hjálpa þeim með námsefnið við erum að styrkja þau svona á alla kanta við erum að hlúa að þeim félagslega og svona jafn mikið og munnlega og það sem stendur helst í vegi fyrir því að við náum árangri með það er bara þessar aðstæður í samfélaginu að sumir eiga mikið greiðara aðgang að afkomu öryggi en aðrir og það litar það hversu vel gengur í skóla bara eins og Berglind Rós Magnúsdóttir rannsakaði 2018 að þá kom inn á svona stéttskiptingu milli skóla hverfa og þá eru kannski komin aðeins fyrir grunnskólan sem slíka en ég einhvern veginn dett alltaf í þessi pælingar af því að það er rosalega oft ég hef starfað í framhaldsskóla líka og ég tek eftir það er stundum pínu tuð hjá kennurum í framhaldsskóla að grunnskólakennarar undirbúi ekki nógu vel nemendur fyrir framhaldsskólana og öfugt að framhaldsskólakennararnir ætlast til og mikilvægt grunnskólakennarunum en á endanum eru allir þetta allt saman bara fagfólk sem að gera sitt besta og námsárangurinn líður fyrir þann ójöfnuð sem út í samfélaginu og þetta kannski litar þá helst námsárangur barna Þannig að þegar við erum að skoða einmitt grunnskólana þá er það bara svo félagslega mikilvægt að við þurfum að skoða meira en bara einhvern veginn, jæja, grunnskólarnir, hvað þurfa þeir, hvernig bætum við þá, heldur líka bara hvernig bætum við aðstæður barna í grunnskólanum svo að börnin komi sem best út úr þeim grunnskólum. Já, og þar var ég rosalega fegin að heyra grunnskóla líkanið, ekki rétt að kalla reiknilíkan, EDDA, sem átt að koma til móts við þetta og ég svona svolítið vonir við að þetta sé skrefið af því að ég þekki til skóla þar sem svona ójöfnuð í samfélaginu og svona aðstöðumunur er kannski lita skólastöðar að miklu leyti af því að þá eru kannski svolítið margir sem glíma við það í því skólahverfi og þeir skólar hafa ekki fengið þá auka fjárveitingu sem hefur þurft og þetta á að koma til móts við það og ég er mjög jákvæður yfir viðleitninni svo erum við bara að sjá hvernig rætist úr því en auðvitað er hægt að gera fleira
til þess að stemma stigu við stéttaskiptingu í skólakerfinu heldur en bara að veita auka fjárveitingar í skóla þar sem svona félagslega örðugleika er að ræða meira en annars staðar. Það þarf í raun og veru að taka heildstætt á þessu. Það þarf að koma að fullum krafti, borgin þarf að koma að fullum krafti inn í húsnæðismálin og vera próaktív og reisa húsnæði og koma í raun og veru, félagsleg úrræði og húsnæðismál skipta svo miklu máli upp á þetta bara yfirhöfugangi. Ég held að sé engum ofsögum sagt. Eins og þegar varst að nefna með húsnæðis óöryggi og það þurfa að flytja, það hefur náttúrulega áhrif á náms bara hvernig börn komið sér fyrir í skólum og gengur í skólum og það allt saman. Sérstaklega ef það er ekki, ef ég væri til dæmis í einhverjum skóla frá 1. upp í 7. bekk og flytti í næsta hverfi en væri svona félagslega sterkur í hinu hverfinu, þá, ég meina það er rót og það er erfitt að venjast nýjum skóla, en þetta alveg tvaldast ef ég er af erlendum uppruna og bý kannski í landi þar sem er ekkert stuðningsnet, engin fjölskylda og ekkert kannski bakland á heimilinu, og þá, það er þeir sem þurfa mest á stöðuleika að halda eru þeir sem sem líða í raun og veru mest fyrir óstöðuleikann á húsnæðismarkaðnum og í samfélaginu. Þannig að eins og borgin getur gert í þessu, mér finnst svolítið eins og þurfi að það þarf eitthvað að gera varðandi móttökudeildirnar, ég veit ekki alveg á hvað enda að byrja þar, hvort þetta eru auka fjárveitingar í það, meira rými í hvern og einn skóla. En það er ljóst að allavega það þarf meira starfsfólk til að hlúa að þeim sem koma til Íslands. Af því að við tölum það, ég held að allir borgarfulltrúar, allir í borgarstjórn og þeir tala það að við viljum vera borg sem tekur á móti fólki af ólíkum uppruna, en þá þarf að svona bakka þau orð með svona alvöru aðgerðum, það sem er ekki bara ætlast til þess að skólarnir dragi bara úr einhverjum hatti bara allt það sem nemandinn þurfi, heldur það sé líka hlusta svolítið á það sem kennarar segja varðandi þann aðbúnað sem við þörfnumst. Og sérkennarar hafa alveg verið skýrir í sínum skilaboðum til borgarinnar, en það er víða pottur brotin í þessum efnum að það er eins og sé ekkert heildarplan til þess að taka á móti erlendum nemendum. Og þetta mætti stórbæta. Er ég að skilja rétt að náttúrulega sérkennarar þeirra starfsviðir náttúrulega hugsað á allt annan hátt að taka á móti þörfum nemenda með bara í öðruvísi aðstæðum? Já, svona námsörðugleikar eru svolítið annað en bara tungumála örðugleikar. Þetta hangir stundum saman, til dæmis ef til dæmis þurfa kannski þeir krakkar sem töluð ekki aðalega íslenska á heimilinu, það verður kannski aðeins meiri íslensku þjálfun og það fer undir hatt sérkenslunar, en þegar við erum að ræða bara nemendur sem þurfa samskonar kennslu, íslenska sem annað mál, bara eins og er kennt í dósaverksmiðjunni á Borgartúni eða Guðrúnartúni, að þar, sá aðbúnaður,
sú kennsla allavega í þeim skóla sem ég þekki til, þá sú kennsla, þá vildi starffólki óska þess að það gæti boðið upp aðeins meira. En nú erum við hugsað með þarfir barna, veistu hvernig það eins og bara varðandi svona er þjónustan veitt innan veggja skólans eða þurfa börn að leita út fyrir varðandi nú man ég ekki lengur hvað þetta heitir, svona tal, nú er það alveg dottið úr mér, það var alltaf í skólanum, það var einhver sem kom inn í bekkinn og tók alltaf einn nemanda í einu þegar var einhver sem þurfti svona tal. Talmeinafræði? Já, einmitt. Er það ennþá inni í skólunum? Ég veit að það er misjafnt, en það hefur þáttið verið að fara, það er ekki lengur þjónusta sem er veitt í rauninni innan veggja skólans, heldur núna þurfa börn í rauninni að fara út fyrir skólan í þessa þjónustu. Ég veit að þetta er misjafnt eftir skólum, en svona veistu hvernig staðan er á þessu núna? Því að það er að tala með sér svo mikilvægt að börn sé ekki ferðast langa vegalengdir út af þessari þjónustu, þannig að ég er svona velta fyrir mig hvernig staðan er núna, sko. Þarna þekki ég ekki alveg til hvernig það er almennt, en auðvitað þetta með útvistun þjónustu, sem var alltaf, það var algengara fyrir svona einhverjum áratugum. Þegar ég var krakki til dæmis, þá fórum við til tannlæknis bara við hliðina á íþróttahúsinu. Það tannlæknastofa inni í skólabyggingunni og ég man ekki eftir að hafa séð það neinstaðar í dag. Sver hefur verið útvistað bara að það voru bara einhverjar tannlæknastofur sem taka við þessu og sömuleiðis með talmeinafræðinga, nú veit ég ekki hverjir eru á launaskrá hjá borginni og hverjir fá bara svona, hverjir eru bara svona verktakar, taka að sér eitthvað frá einhverjum skóla, einhverja tíma í viku. En það er náttúrulega þannig að öll svona grunnþjónusta, og ég myndi telja þetta bæði til grunnþjónusta, talmeinafræði, tannlækningar, sálfræði, hjúkrunarfræðingur. Það er náttúrulega langt best að það þurfi ekkert að vera að fara einhvers frá skólanum, að þetta sé alltaf sama stað og það gefur auðvitað leið. Og þá komum við kannski aftur að aðstöðuleysinu, að það er kannski ekki bara það að það vanti starfsfólki í þetta, heldur beinlínis bara að það vanti pláss á staðnum í þetta. En nú er ekki alveg með á hreinu hvernig staðið að þessu. Ég hef allavega ekki, ég reyndar kenni á elsta stigi og svona talmeinafræðingur kannski starfa aðalega á yngsta stigi eða miðstigi. Þannig að ég hef ekki séð þau störf eða hvar þau fara fram. En ég veit að þessu er víða útvistað og það hefur ekki gefið góða raun, ekki heldur þegar skólamatur hefur verið keyptur af einhverju fyrirtæki, sem er bara utan við skólan og þessi einkavæðingar tilhneiging, hún leiðir ekkert gott af sér. Ég held að það dragi ekki úr kostnaði. Ég get ekki ímyndað mér að sé eitthvað ódýrara og þjónustan allavega í mörgum tilfellum líður bara fyrir það. Það er að huga miklu og mitt áhugavert að skoða hvernig þetta hefur breyst svona í gegnum árin. Þetta var ekki einu svona. Ég ætla að spyrja þig kjör og réttindabaráttu kennara og COVID og hvernig það hefur átt áhrif á störfin ykkar, en ég held að við þurfum bara svona að halda áfram að ræða þessi mál, en er eitthvað svona sem við koma inn á í lokin sem við hefum ekki náða að fara yfir hér núna í dag?
Já, eins og varandi þetta. Sko, ég get svona klesti aðeins saman þessi með kjör kennara og COVID. Að sko, náttúrulega fyrsta sem COVID kremur stöðuleikin í skólum, þú veist, sá stöðuleiki sem nemendur treysta á og og það hefur mætt mjög mikið á kennurum og starfsfólki í skóla yfir höfuð eins og í mörgum öðrum starfsstéttum og við þurfum að það þarf að hlúa vel að því starfsfólki til þess að það finni svona berin við bakið á sér og treysti sér til að halda áfram þrátt fyrir svona brotsjó eins og COVID hefur verið og líka til þess að vera góð handleiðsla fyrir nemendurna í gegnum það. Veist, að það skiptir það máli að sem sagt að borgin þarf að það er fjölmargt sem þarf að henda þarna inn í mixið. Eitt af því er að bæta kjör kennara og annarra sérfræðinga í skólum að við höfum verið kennarar hafa verið í þessum barningi í þessa áratugi að reyna að fá laun á við fólk með sambærilega sérfræðingamenntun og það hefur gengið illa en þetta er eitt af því sem að veldur því að við erum með svona atgerðisfræði í greininni að launin mættu vera, kjörin mættu vera betri og ég svo sem ekki farið einhver nánar út í það en það erum við búin með tíman okay. Næsti, við þurfum að taka þátt sem eitthvað atgervisflótti kennara. Já, einmitt. Það væri ráð. En við, við fórum vel yfir stöðu þarna og hvernig þarf að taka betra á móti börnum af erlendum uppruna, með erlendan uppruna og það sem ég er að koma fram sem svona þema þegar ég tala við starfsfólk sem starfar í skólakerfinu, hvort sem það er á leikskólastigi eða grunnskóla, það er svona mikið verið að tala um plássleysi, það er svona að koma sterkt fram, en það þarf að passa að sé pláss, það er ekki bara gæði og sko hvaða bækur eru að kaupa inn og einmitt hvað er verið að kenna, heldur hvar og plássið í kringum okkur, þannig að það þarf að líta til margra þátta í þessum efnum. Algjörlega, tímalaust. Við þakka þér kærlega fyrir, Símon. Já, takk sömuleiðis. Þetta var Hinn Reykjavík, við kveðjum hérna í dag.